Readspeaker virkar líka í svokölluðum skilaverkefnum eða assignments inn í Moodle. Hér get ég til dæmis valið texta í þessu og beðið að hlusta. Øverste bandstrik gen innspatesimmer. Úps. Veljum þýsku. Aufstehen, gehen ins Badezimmer. Mjög gott. Hér líka svokallað quiz eða próf og Readspeaker virkar í því líka. Og hér til dæmis einhver spurning, ég hef áhuga á að heyra hana lesna fyrir mig. Wie heißen die Hauptpersonen? Og svo framvegis. Og svo erum við líka með svokallaðan lockdown-browser í MK og hann hindrar nemendur í að þvælast internetið og googla mikið þegar þeir eru í rafrænu prófi. Þannig að nú sýni ég ykkur hvernig það virkar. Og sem sagt, Readspeaker virkar í því líka, en það líka hægt að ákveða að hann virki ekki. Ef við skráum okkur inn, þá læsir hann nemandann inni í vafra sem að hleypur honum ekkert nema bara nákvæða þangað sem kennarinn vill. Þegar við erum komin hérna inn, þá tökum við til því að ég get ekki ljóma texta eins og venjulega. Ef ég myndi nú vilja láta lesa fyrir mig þennan texta hérna, þá ætla ég að reyna að ljóma þetta og það gerist ekkert. Það sem þarf að gerast að ég þarf að velja að þetta sé lesið við músabendil. Hér getið þið opnað orðabækurnar Diggt og Leo. Beygðu óákveðin grein reinorðin inn í eyðurnar. Kíkjum á hérna eitthvað. Þetta myndum við vilja fá á þýsku og við myndum velja við músabendil. Erstes, wie heißt du? Zweites, wie alt bist du? Dritte, wo wohnst du?